Lilongwe er höfuðborg Malaví og heitir eftir ánni sem rennur í grennd við borgina. Á árbökkunum var fyrir margt löngu til lítið fiskimannasamfélag sem með tímanum varð borg og tók við af Somba sem höfuðborg Malaví árið 1974. Líkt og í öðrum löndum Afríku liggur straumurinn úr sveitum í borgir í leit að atvinnu og betri lífskjörum og Malaví er í hópi þeirra þjóða þar sem einna flestir gefast upp á hokrinu til sveita og fara á mölina, ekki síst ungt fólk. Lilongwe var smábær þegar þjóðin hlaut sjálfstæði árið 1964 innan við 20.000 íbúar en eru 40 sinnum fleiri í dag, nálgast 800.000. Gangi mannfjöldaspár eftir verða íbúar Lilongwe orðnir 1,5 milljón árið 2030. Eins og hvarvetni í heiminum búa meista kosti 3 þjóðir í Malaví. Í fyrsta lagi fjölmennur fátækur almenningur, smábændur og fiskimenn. Í öðru lagi fámenn en ört vaxandi millistétt og í þriðja lagi fámenn yfirstétt borgarbúa sem býr við lífstíl svipuðum þeir sem Íslendingar og aðrar ríkar þjóðir þekkja. Í Lilongwe hefur á síðust árum byggst upp margvísleg þjónusta fyrir fámennu hópana báða. Þá sem hafa eitthvert fé milli handa, bankar, verslanir, jafnvel verslunarmiðstöðvar, veitingahús, hótel og annað sem dæmigerður íbúi í Malaví hefur ekki tök á að nýta sér nema litlu leyti. Lilongwe hefur smám saman verið að taka við hlutverki miðstöðvar viðskipta af Blantyre sem var löngum fjölmennasta borgin og Lilongwe nýtur þess að þar er miðstöð stjórnsýslunar, forseti og ráðuneyti sem þýðir að alþjóðastofnanir og sendiráð er að heita má öll með starfsemi sína í borginni. Uppgangurinn er augljós í Lilongwe, jafnvel á tímum efnahagslegra þrenginga eins og á síðustu árum er verið að byggja og breyta í höfuðborginni. En þegar komið er út í sveitirnar er flest með sama hætti og var fyrir 10 til 20 árum. Þýðir það að þróunin ná ekki til fólksins í sveitunum. Development is there, but rather it's at a very small pace. Yeah, I can say the pace is not impressive as such, but the development is there going on at a very small pace. And again, it will depend on what people call development. Yeah, because for some development it would mean structures like schools, like hospitals, but should be more than that. Yeah. En hefur Levi Soko einhverja skýringu á því hvers vegna þróunin er jafn hæg og raun ber vitni? Basically, I feel there's a number of things that are being played, like our literacy level is low, the population is going up, it's just booming. Poor family planning, and there's a lot of pressure from the population on limited land resources, for example, limited staff, there are few teachers versus number of children, there are few doctors versus number of patients, and so it's just rotating, it's just moving around.